Mig langar að nefna við ykkur þessa óánægju sem með hvernig verið að ráða ráðum inn í bönkunum hér og það skrítið að sjá ráðherra úr vinstri stjórn, mestu vinstri stjórn Íslands fyrr og síðar, koma hvern á fætur öðrum og segja, ég lýsi yfir vanmætti sínum. Við getum ekkert gert. Þetta á færi einkaaðila og maður sér hérna Jóhannu gera þetta, maður sér Steingrímur gera þetta og fleiri og einhvern veginn finnst maður að þetta sé að skaða ríkisstjórnina alveg rosalega mikið. Já, sko, yfirlýsing Jóhannu hérna á þingi viðskiptaráðs í vikunni, hún var með þeim hætti að sko öfgasinnaðasti frjálshyggju postuli hefði ekki sagt þetta á viðskiptaráðsþingi eftir það hrun sem á undan gengi hérna. Þetta alveg gjörsamlega fráleit nálgun á endurreisn fjármálakerfisins að lýsa því yfir að stjórnvöld ætli bara ekki að koma nálægt málinu. Þetta sko frjálshyggjufélagi var að kjósa sér nýja stjórn, sko þeir hefði ekki einu sinni ímyndað sér að láta sér þetta í hug, en þetta svona dæmi hvað mér finnst bara einfaldlega stjórnkerfi og stjórnsýslan vera í einkennilegum farvegi þegar að kemur að endurreisn efnahagslífsins. Það engu líkara en að Samfylkingin sé bara pólitískur armur fjármagnseigenda á Íslandi og það hreyfist ekki neitt í neinu þegar að kemur að því að hjálpa almenningi, en þegar verið að útdeila milljörðum af skattfé í bankakerfinu, að þá bara sagt gerið þið svo vel og hafið þetta eins og þið viljið og stjórnvöld ætla ekki að skipta sér af þessu og ábyrgð Vinstri grænna í þessu máli mikil því að þeir náttúrulega bakka upp þessa ríkisstjórn sem að sko í aðferðum sem eru alveg gjörsamlega óskiljanlegar og brjálæðislega finnst mér sko. Lilja? Já, ég ekki sammála því að Jóhanna sagt að stjórnvöld ætlaði ekkert að skipta sér að þessu. Varðandi þetta sérstaklega, mér ofbýður svo sannarlega hvað eiga sér staðinn á bankana innan skilanefndina og svo framvegis. Og maður hefur það á tilfinningunni að í rauninni sé svolítið sama sukkið og var hér áður. Hvernig á að taka því? Vissulega eiga stjórnvöld að taka þar fast á málum. Eitt aðkoma gömlu útrásarvíkingana aftur í íslensku viðskiptalífi sem ég til óbáðulega. Hvernig hægt að taka þetta? Þetta ekkert með einfalt mál, en hvernig hægt að taka það? Jú, meðal annars að krefjast álagsprófa eins og Lilja Mósesdóttir og fleiri hafa talað fyrir, krefjast að fólk sem hreina viðskiptaskráð þegar að komi aftur að íslensku fyrirtækjum, fara fram að keyra í gegn hópmálsókn til að tryggja frekari rétt fólks, fara inn í bankana þannig að jafnræði sé tryggt og svo framvegis. Skilanefndirnar, þeirra lagalega umhverfi virðist vera mjög óljóst og óskýrt og það þarf að fara í það núna strax að búa til ramma utan það. Það eins og ríki í ríkinu. Já, í kringum skilanefndirnar sé að verða til ný yfirstétt og þar inni og í kringum nefndirnar sé að verða til ný yfirstétt á Íslandi. Já, og það ættnefnilega sem að, sko, nú mikið talað rannsóknir sem að ég mér fylgjandi, rannsóknir nefndi gangi, Eva Sjóli, sérstöku saksóknir og svo framvegis. Það vantar rannsóknir einkavæðingu bankanna og samspil stjórnmála viðskiptalis á. Ég hef mikinn áhuga á að það færi fram rannsókn því sem að gerast núna í hruninu. Hverjir að maka krókinn í hruninu, hverjir að græða á tá og fingri á hruni Íslands á meðan fæðandi konur, ófrískar konur norður landi að missa fæðingarþjónustu, á meðan verður að segja fólki loka endurhæfingarlaugum og svo framvegis. Þannig að sjálfsögðu bera stjórnvöldir líka ábyrgð, en það þarf að rekja, það þarf líka þá að breyta hugmyndafræðina og það svona almennur heilaþvottur á mínum mati sem hefur átt sér stað í samfélaginu síðustu misseri, að fjármagnskerfi eigi bara að vera frjálst, markaður sér þetta og það þarf að líka taka þeim rótum og það einmitt á vinstristjórnin að vera óhrædd til að leggja nýja línur. Við horfum á gamla hægri menn sem að þoldu ekki ríkisafskipti, þeir eru heimt að ríki fara að skipta sér af Arion og eitthvað svona og svo eru vinstrimenn að segja nei, það er ekki hægt að skipta sér einkaframtakinu og þetta náttúrulega bara, sko, það fer alltaf klingsnúast fyrir manni. En hvenær kemur rannsóknarnefndarskýrslan góða, svona til að klára þetta? Já, það er spurning, en það er allavega von á henni, við vitum það, hún er alltaf búin að frestast ítrekkað. Auðvitað var gefin mjög stuttur tími fyrir þessa rannsókn, 1 ár. Það er mjög stuttur tími, það verður bara að segist eins og er. Og ég hef nú alltaf sko frá upphafi varað við því að það séu búnar til slíkar væntingar í kringum sem eina skýrslu. Þetta er og verður engin stóru dómur, það getur ekki verið. Þetta vita nú fræðimenn manna best. Þetta hlýtur alltaf að vera ferli sem þetta er bara eitt skref og eitt púst í henni stóra landslagi. Þannig að
og mér finnst kannski við ekki að gera allt og mikið úr því þótt hún frestist viku eða tvær og hún verður þetta hins vegar að koma fyrir síðar, en það hún ekki þessi endanlegi stóridómur. Þetta sko, að mínum þetta bara svona skref og þrep í það allt sem við erum að fara, og það þarf að taka úr henni það sem nothæft og svo rannsaka frekar það sem þarf meira. Það verður mikið spunni sem fyrir gang þegar hún birtist. Það vist alveg örugt.